Þá það 6. dagskrárliður aðalskipulag Akureyrarbæjar 2018-2030. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér erum við að leggja fram svör við athugasemdum vegna aðalskipulags Akureyrar 2018 til 2030 til samþykktar hérna í bæjarstjórn. En bæjarstjórn kom saman á dögunum ásamt formanni skipulagsráðs, Tryggva Má Ingólfssyni, til þess að fara yfir athugasemdirnar og svörin og náðist bara nokkuð góð sátt og samstaða málin. Meðal annars, gat ég ekki heyrt betur en það væri bara ansi góð samstaða meðal annars þéttingu byggðar við Kotaborgir. En núna langar mig aðeins til þess að ræða hérna helstu atriði sem að komu í athugasemdum og svörum sem að komu frá skipulagsstjóra og skipulagsráði. Bara aðeins til þess að upplýsa bæjarbúa. En það var, með leyfi forseta. Hefst á lesturinn. Síðuhverfi. Íbúar við Núpasíðu og Stapasíðu hafa áhyggjur vegna hugmyndum að breyta grænu svæði í byggingarreit. Jarðrask þarna myndi hafa í för með sér jarðsig og skemmdir á eignum íbúa í kring og fjöldi dæmi skemmdir sem orðið hafi í hverfinu þar sem stéttir og bílaplön síga og springa og þess sem lóðir þarf að hækka, skolplagna verið sundur og lengja þarf í rafmagns heimtögum. Skipulagsráð og bæjarstjórn samþykkir að fella svæðið út sem þéttingarsvæði og verður það áfram opið svæði. Þessu hefur verið breytt á aðalskipulagsuppdrætti. Síðan önnur athugasemd hér, nefndin óskar eftir að svæði milli Rauðaróló og Núpasíðu verði skilgreint sem opið svæði og látin á suður að húsunum við Núpasíðu. Nefndin óskar eftir að þéttingarsvæði sem í dag grænt svæði norðan og vestan við lóð Síðuskóla verði skilgreint sem opið svæði. Svæðið í dag notað sem sparkvöllur. Tillaga svari að skipulagsráð og bæjarstjórn samþykkir að fella svæðið út sem þéttingarsvæði og verði það áfram opið svæði. Þessu hefur verið breytt á aðalskipulagsuppdrætti. Síðan það Melgerðisásinn. Þar barst eftirfarandi athugasemd. Svæði við Glerárskólann á Melgerðisásnum við Þórsvöllin áætlað að breyta í íbúðasvæði en var áður grænt svæði. Þetta svæði órækt í dag og liggur á milli Háhlíðar og Harðangurs, meðfram girðingu á Þórsvellinum. Hverfisnefnd óskar eftir því að þetta svæði verði áfram skilgreint sem grænt svæði í aðalskipulagi 2018-2030 og endurskoða þeim tíma liðnum. Skipulagsráð og bæjarstjórn samþykkir að fella þau 2 fyrirhuguðu einbýlishús sem gert ráð fyrir austan lóðar Glerárskóla brott og skilgreina svæði sem stofnanasvæði. Hefur verið breytt á aðalskipulagsuppdrætti og í greinargerð. Hafnarsvæðið. Siglingaklúbburinn Nökkvi gerir athugasemd við hugmyndir smábátahöfn á Leirunni. Svæði sem afmarkast innan nýja athafnasvæðis Nökkva og Tangans út úr Leiruvegi fyrirhugað sem framtíðar athafnasvæði siglingastarfsemi Nökkva. Ósk Nökkva að smábátahöfnin gæti fæst austar á Leirunni. Þetta svæði var afmarkað fyrir starfsemi Nökkva í fyrri aðalskipulagi og engar breytingar hafa verið gerðar á þeirri útfærslu. Nökkvi óskar þess að allar þessar hugmyndir verði að vera bornar undir og samþykktar stjórn Nökkva áður en nýtt aðalskipulag verið samþykkt. Skipulagsráð og bæjarstjórn samþykkir að fella svæði H2 brott úr aðalskipulaginu samanber athugasemd 29 varðandi Akureyrarflugvöll. Þetta hefur verið fellt út á aðalskipulagsuppdrætti og í greinargerð. Síðan það flugvöllurinn. Varaði við því að heimila hafnarsvæði við aðflugslínu flugbrautar svo nærri brautarenda. Athafnasvæði og mannvirki geta truflað aðflug, auk þess sem gera það ráð fyrir truflanalausu rými fyrir aðflugsljós í brautarstefnu. Skipulagsráð og bæjarstjórn samþykkir að fella svæði H2 brott úr aðalskipulaginu vegna öryggis flugumferðar. Þó svo að takmörk séu sett á hæð og nálægð bygginga erfitt að fylgja eftir öðrum atriðum tengdum hafnastarfsemi, svo sem hæð mastra báta sem geta náð upp í öryggisflöt flugvallarins. Þessu hefur verið breytt á aðalskipulagsuppdrætti og í greinargerð. Síðan athugasemd frá Isavia. Mikilvægt skref í að þróa Akureyrarflugvöll sem millilandaflugvöll til þessi meðal annars mikilvægt að þróa góða tengingu við almenningssamgöngur á landi að og frá flugvöllinum. Tillaga svari til þess að Akureyrarflugvöllur uppfylli kröfur sem alþjóðlegur flugvöllur þarf að setja upp ELS-búnað fyrir blindflug. Hluti þess búnaðar kemur austan suðurenda flugbrautar og þarf að girða þann hluta af og framlengja girðingu við suðurenda flugbrautarinnar til suðurs út að vesturkvísl Eyjafjarðarár.
Það loka núverandi göng og reiðstíg sem þá verður að færa og meðal annars með nýrri brú yfir Vesturkvísl Eyjafjarðarár. Þetta í rauninni svar sem við erum með tillögu að breytingu á. Við unnum þá tillögu í samráði við formann skipulagsráðs og skipulagsstjóra og hún hljómar eftirfarandi. Til þess að Akureyrarflugvöllur uppfylli kröfur sem alþjóðlegur flugvöllur þarf að setja upp ILS-búnað fyrir blindflug. Hluti þess búnaðar kemur austan suðurenda flugbrautar og þarf að girða þann hluta af og framlengja girðingu við suðurenda flugbrautarna til suðurs út að Vesturkvísl Eyjafjarðarár. Þetta runni eins. Breytingin hér. Það lokar núverandi göngu og reiðstíg sem þá verður að færa. Hins vegar opnast tækifæri við uppbyggingu nýra leiðar samhliða lagningu jarðstrengs yfir Vesturkvísl Eyjafjarðarár. Síðan það íþróttasvæði. Í fyrirliggjandi tillögu að nýju aðalskipulagi fyrir Akureyri Þórssvæðið æfingavöllur, eitt af þeim svæðum sem skilgreint þéttingarsvæði. Til þess að þessi breyting gangi upp ætlar Akureyrarbær í raun að taka hluta af svæði íþróttafélags Þórs og koma það fyrir kastsvæði fyrir UFA. Með því Akureyrarbær að skerða svæði félagsins og það áður en ljóst hvernig það hefti framtíða möguleika til uppbyggingar. Íþróttafélag Þór getur því ekki annað en hafna þessari breytingu á aðalskipulagi. Skipulagsráð og bæjarstjórn samþykkir að halda þéttingarsvæðinu inn í aðalskipulaginu en sett verði ákvæði að uppbygging þess sé háð stefnumótun uppbyggingu íþróttamannvirkja. Í tímasetningu og forgangsröð svæða á blaðsíðu 29 í greinargerð hefur æfingasvæði verið sett ótímasett. Íbúi hugsi yfir skipulagi Akureyrarbæjar þá sér í lagi að byggja hús og San Siro vellinum við Lundaskóla og Káaheimilið. Iðgjöndum megi eftir að fjölga enn meir með tilkomu nýrra hverfa og því ekki tímabært að byggja íbúðarhús á eina grasblettinum sem eftir við Káasvæðið. Íbúinn velti fyrir sér hvort eitthvað æfingasvæði verði í Naust- eða Hagahverfi og hver ætlunin sé með bílastæði í framtíðinni. Skipulagsráð og bæjarstjórn samþykkir að halda þéttingarsvæðinu inn í aðalskipulaginu sem stofnanasvæði. En sett verði ákvæði að uppbygging þess sé háð stefnumótun uppbyggingu íþróttamannvirkja og með hliðsjón að þörfum stofnana á svæðinu. Mögulega mun Lundasel flytjast á San Siro í framtíðinni og íbúða uppbygging verði þar sem Lundasel nú. Svæðið tilkomið að frumkvæði íþróttafélagsins Káa og unnið í fullri samvinnu við félagið. Þetta hefur verið lagfært aðalskipulagsuppdrætti og í greinargerð. Síðan kemur hér ábending frá Landsneti. Við frekari vinnu á vettvangi við Hólasandslínu 3 hefur komið í ljós að Landsnet telur æskilegt að vikið sé lítillega út frá afmarkaðri jarðstrengsleið, valkostar sem gerð tillaga í aðalskipulaginu. Skipulagsráð og bæjarstjórn fellst ekki á breytta legu jarðstrengs Hólasandslínu 3 samkvæmt tillögu Landsnets sem fer of langt inn á hverfisverndarsvæði Naustaflóa. Skipulagsráð og bæjarstjórn samþykkir breytta legu jarðstrengs Hólasandslínu 3 þannig að hún verði lögð á svæðinu vestan við og samsíða núverandi loftlínu Rarik. Hverfisverndarsvæði Naustaflóa verður jafnframt minnkað að Kröflulínu. Loftlína Rarik verður lögð í jarðstreng og áhersla á að samnýta sem mesta svæði sem fer undir jarðstrengina til að raska svæði verði sem minnst. Hefur þetta verið lagfært á aðalskipulagsuppdrætti. Skammtímalega. Íbúi gerir athugasemd við skilmála reits IB1, Fjaran, Lækjagils, Spítalastígur, þar sem óskað eftir að bætt verði skilmála reitsins, að heimilt að veita leyfi til rekstrar og eða þjónustu í fasteignum á þessu svæði í einstökum tilfellum, enda falli slíkar leyfisveitingar að öllum reglum laga og reglugerða sem í gildi á hverjum tíma. Rök fyrir breytingunni í eldri bæjarhlutum búi gerða menning og saga sem vekur áhuga gesta og laða þá til sín. Nauðsynlegt sé því að blanda saman fallegri íbúðabyggð og aðlaðandi þjónustu fyrir ferðamenn sem og aðra gesti, enda sé það í samræmi við markmið varðandi ferðamál. Skipulagsráð og bæjarstjórn telur að ekki sé hægt að heimila skammtímaleigu á svæðinu á grundvelli auglýsta tillögu, þar sem það sé breyting af þeirri stærðargráðu sem íbúar þurfa að fá tækifæri til að tjá sig Skipulagsráð fellst á nauðsyn þess að málið verði skoðað heildstætt með rammaskipulagi sem taki á skammtímaleigu og ráðist verði í þá vinnu strax eftir staðfestingu aðalskipulagsins. Kotarborgir. Aðkoma frá Þingvallastræti verði nýja tengingu á móts við Miðhúsabraut en alls ekki vallargerð eða grundagerði. Svarið eftirfarandi. Skipulagsráð bæjarstjórn tekur
undir þessa ábendingu og samþykkir þessu verði bætt við skilmála svæðisins. Síðan er önnur ábending hér, ný byggð verði að minnstakosti 100 metra fjarlægð frá núverandi byggð í efra Gerðahverfi til að kollvarpa ekki forsendum sem fólk hefur haft fyrir að kaupa þar fasteignir á friðsælum stað í jaðri byggðar. Skil verða milli nýrrar byggðar og núverandi byggðar í efra Gerðahverfi en ekki er tekið undir að þessi fjarlægð verði til viðmiðunar. Sem kemur ábendingu að byggð verði ekki of nálægt Glerá meðal annars vegna hættu sem börnin munu stafa af hinu djúpa klettagljúfri. Skipulagsráð bæjarstjórn tekur undir þessa ábendingu og samþykkir þessu verði bætt við skilmála svæðisins. Íbúi telur eðlilegt að draga þær ályktanir að næstu 60 árum muni Akureyringur rúmlega tvöfalda núverandi umfang og gera athugasemd við óafturkræfar framkvæmdir eins og það að ætla að byggja á Kotarborgum. Skipulagsráð bæjarstjórn samþykkir að halda þéttingarsvæðinu inni í aðalskipulaginu en að það verði stytt í austurendan þar sem það er mjóst. Sett verði skilmála að ekki verði farið í uppbyggingu þess fyrir en að loknum jarðvegsrannsóknum og verði þá endanlega ákveðið hvar á svæðinu verði byggt. Skert verður á skilmálum varðandi að skipulag byggðar verði aðlagað að klöppum og útivistarsvæði norðan og vestan svæðisins. Þetta verður lagfært á uppdrætti og í greinargerð. Svæði við Glerártorg. Íbúar og fasteigna eigendur í nágrenni Glerártorgs mótmæla því að á svæðinu neðst við byggðaveg sem samkvæmt gildandi aðalskipulagi sé óbyggt svæði sé nú gert að íbúasvæði með 85 íbúðum í fjölbýlishúsum. Talað er að brekkan sé rótgróið hverfi og verði fjölbýlishús í ósamræmi við lágreista byggð þar. Íbúðir sem standi neðarlega í brekkunum mun ekki njóta sólar, húsin skyggja útsýni eða byggt verði meira en 2 hæðir en muni hafa innsýn yfir nálæga byggð og í garða íbúa þar. Sprengingar og fleiganir á byggingatíma hafa truflandi áhrif á nálæga byggð. Skipulagsráð og bæjarstjórn samþykkir að byggingamagn verði miðað við 50 íbúðir en skilmálar hæð og aðkomu verði vísað til útfærslu í deiluskipulagi. Sett verði ákvæði varúð við byggingaframkvæmdir og þetta hefur verið lagfært í greinargerð. Þá er þessum lestri lokið. Að mestu en svona til aðeins til að taka þetta saman þá erum við að leggja til að þessi svör verði samþykkt hér í bæjarstjórn að einni í rauninni fyrir utan eina breytingartillögu þar sem við vorum að tala Akureyrarflugvöll og bókunina sem ég las upp hér áðan. En við höfum skoðað þetta mjög vel varðandi þessa breytingu flugvöllin og varðandi ELS-búnaðinn. En ég og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin við hittum meðal annars starfsmann Isavia og svo höfum við rætt við sérfræðinga. En við könnuðum hvort það væri aðrir möguleikar eða nálganir fyrir hendi varðandi þennan búnað, hvort það væri hægt að staðsetja hann annar staðar eða væri hægt að gera þetta með einhverjum öðrum hætti til þess að við getum haldið þessari gönguleið inni. Við erum öll full meðvituð það að þetta er mikið farin leið, bæði af íbúum og svo hafa hestamenn líka notað þessa leið mikið til rekstrar. En því miður er staðan svona, en við viljum setja það inn að við skoðum það í framtíðinni varðandi legu jarðstrengs að skoða uppbyggingu á nýrri brú með Landsneti. Auk þess höfum við líka rætt við forsvarsmenn Hestamannafélagsins Léttis varðandi þetta, þannig að þeir eru upplýstir þetta mál og eru tilbúnir í samvinnu með okkur varðandi framhaldið. En þá er það ekki meira í bili og ég legg þetta fram til samþykktar hér í bæjarstjórn. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu. Ég vil ætla að leggja fyrir bæjarstjórn fyrir þennan lið en glemdi því að heimila ótakmarkaðar umræður, þannig að ef fólk telur sig þurfa að fara upp í 3. eða 4. skipti þá er það heimilað nema einhver gerir athugasemd við það. Þá segjum við það samþykkt. Þá er það næsti bæjarfulltrúi, það er tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við erum að fara hér yfir athugasemdir og svör og eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Ingibjargar Isaksen þá þurfum við eða stendur til að samþykkja eða hafna þessum svörum sem eru að tillögu skipulagsráðs.
Þannig ekki að segja annað en að það sé nú verið að bregðast við allflestum athugasemdum sem að hafi verið gerðar hérna og ég og við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins getum alveg tekið undir nánast allt sem hér verið að leggja til og þar kannski einna helstar breytingar líka orðnar að nú þetta San Siro svæði skilgreint sem stofnanasvæði en ekki sem þéttingarsvæði fyrir íbúðabyggð sem okkar mati mjög mikilvægt. Það líka fyrirvari á þéttingarsvæðinu á svokölluðum kastvelli UFA við Þórssvæðið en það liggur ekki fyrir endanleg útfærsla á hugmyndum íþróttafélagsins Þórs eða ungmennafélagsins það hvernig þeir vilja sjá uppbyggingu á svæðinu þó að það sé í vinnslu nú þegar. Þannig að það skiptir máli að hafa þessa fyrirvara þarna inni. Hins vegar kemur það manni aðeins á óvart að skuli ekki hafa orðið og komið fleiri athugasemdir við þéttingar hugmyndir á tjaldsvæðinu við Þórunnarstræti. En það bara þannig, en það má líka velta því fyrir sér hvort að það sé heppilegt þéttingarsvæði fyrir íbúðabyggð eða hvort að það svæði eigi í framtíðinni að skoða sem svona stofnanasvæði. Það var svona heyrst hugmyndir, til dæmis að því að þarna myndu menn kannski vilja reisa heilsugæslu í framtíðinni, þá verður það náttúrulega bara tekið fyrir. En svona flestu leyti þá nú verið að bregðast við athugasemdum og koma til móts við íbúa. Það þó eitt svæði sem að við samþykkjum ekki í raun og veru það svar sem hér lagt til að verði samþykkt og það svarið gagnvart Kothorborg. Þar verið að minnka byggingareitin lítið með því að minnka þá tótu sem teiknuð í austur í borgirnar og hefur svo sem komið fram í umræðum hér áður að ekki hægt að sjá að þessi tóta skipti í raun einu máli. Það ekki það mörg hús sem að hún kemur til með að bera miðað við það að vera að byggja ekki á klöppunum sjálfum. Þess vegna leggjum við hérna fram bókun vegna þess að við getum samþykkt öll önnur svör en það svar sem að hér fjölfaldað við athugasemdum við byggingar við Kothorborgirnar og bókun okkar svohljóðandi sem við leggjum hérna fram. Bæjarfulltrúar D-lista samþykkja ekki útfærslu og þéttingu byggðar í Kothorborgum eins og hún sett fram í tillögu að svörum við athugasemdum við tillögu aðalskipulagi 2018 til 2030. Það sjálfsagt ekki ráð fyrir byggð á Pálmholtsreitnum og í beinni línu norður að verndarsvæði Glerár. Við teljum þörf á frekari umræðum uppbyggingu svæðisins og þróun þess áður en meira svæði lagt undir sem byggingarland. Þetta í raun svo afstaða sem við tökum til þessara svara, svona í stærstum atriðum og læti þetta duga. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar eiginlega að byrja á því að þakka fyrir það samtal og þá samvinnu sem hefur verið við vinnu þessa aðalskipulags. Mér finnst það til fyrirmyndar og við áttum hér daginn saman mjög góðan fund þar sem við fórum yfir aðalskipulagið og allar þessar athugasemdir og ég vil sjá meira af svoleiðis vinnubrögðum. Þannig að og líka fyrir það, mér finnst líka búið að standa vel að því að halda íbúafundi núna í seinni hlutan af vinnu aðalskipulagsins og sumir fundirnir hafa verið vel sóttir, allavega þessi sem ég hef setið og mér fannst það alveg til fyrirmyndar. Ég reyndar og ég benti á það áður að ég hefði viljað fá svona íbúafundi
eiginlega áður við lögðum á stað eða svona í byrjun þar sem við höfum tekið svona svolítið diskussjónir, sérstaklega kannski þéttingu byggðar sem hefur helst verið ágreiningsefni. Það nokkur atriði sem mér langar að koma inn á, mér langar þess og það sem hefur komið kannski vel til móts við okkur. Það eins og San Siro svæðið. Ég mjög ánægð með að það ekki að skilgreina það sem byggingaland að svo stöddu, það að segja fyrir íbúabyggð. Við erum að sjá það að það íbúafjöldi að aukast í Lundahverfinu og ég held við eftir að sjá það líka að aldur íbúa muni lækka þar, þannig að það fer að koma að þolmörkum skólans eins og við höfum bent á hérna áður. Líka höfum við verið að benda á möguleika þess að færa leikskólan Lundasel inn á lóð Lundarskóla og þá hafa jafnvel möguleika á San Siro svæðinu að færa bílastæðin til á það svæði eða þá að horfa til þess að KA muni nýta það svæði einhvern tíðan í framtíðinni, en allan þá erum við allan ekki búin að útiloka það, en þá sjáum við jafnvel fyrir okkur að landið undir Lundarseli geti orðið að íbúarsvæði. Eins varðandi þéttinguna á íþróttasvæðið Þórs, að það sé eigi að gera það í fullri sátt og samvinnu við íþróttafélagið þar. Og ég mjög ánægð með það. Að komi pínu óvart varðandi kirkjugarðana, það engar athugasemdir komið við tilfærslu á þeim, en ég fagna því að ég mjög ánægð með það að kirkjugarðarnir eiga að fara í Naustaborgir, þannig að ég bara ánægð með að sjá að það greinilega sátt með það og engar athugasemdir komið inn þess efnis. Og eins með bílastæðahúsin, við höfum talað mikið fyrir því að það þurfa að horfa til þess og ég er mjög ánægð að sjá að það taka á því í aðalskipulaginu. Varðandi svæði við Gleratorg, þegar ég fór að hugsa það svæði þá sá ég meira fyrir mér að við myndum byggja inn í brekkuna og nýta þetta sem svæði fyrir þjónustu, en staðum fyrir íbúðir þarna, en það hugsanlega mætti vera þjónusta þarna og svo íbúðir ofan á, en ég setti engar athugasemdir við það, en einhvern veginn var ég búin að sjá það frekar fyrir mér. Ég rosa ánægð að heyra að þið hafi haft samband við hlutaðeigandi aðila varðandi aðflugsbúnaðinn og heyra í hestamönnum og fá úr því skorið að það sé engin önnur leið fær. Þannig bara vil hrósa ykkur fyrir það. Þá komum við að Kotarborgum. Það máli sem ég annað máli í dag sem ég veit ekki hvort ég hafa átt að stíga til hægri eða vinstri í, því að ég ekki alveg búin að móta mér skoðun á því svæði og við rættum það hér daginn og ég var eiginlega komin á það að ég gæti sætt mig við að fara þá leið sem að nefndarmaður okkar í skipulagsráði setti fram. Síðan eftir mikla samræði við okkar bakland að þá finn ég mikla mótstöðu við því í mínu baklandi, þannig ég er búin að vera í dag að labba til hægri og síðan til vinstri. Þannig ég vildi bara aðeins útskýra mína afstöðu af hverju ég að taka þátt í þessari bókun. Það bara að því ég ennþá svo óviss og hvað ég að gera. Og ég bara ekki múin að mynda mér skoðun á þessu svæði, þannig að ég hefði viljað taka frekar umræðu, en ég vil samt taka það fram að það mun ekki hafa áhrif á afstöðu mína varðandi það að ég mun samþykkja aðalskipulagið, en bara með bókun varðandi þetta mál, því að ég er að öðru leyti mjög ánægð með þá vinnu sem hefur verið lögð í þetta og eins og ég sagði í upphafi, samvinna og samtal, og ég nú hrósa áður hér formanni skipulagsnefndar og mun gera það hér aftur, að mér setja vinnubrögð sem að fleiri nefndir megi taka upp og halda fleiri svona fundi og virkja íbúðina í umræðu sitt nær umhverfi. En já, þannig að ég held ég láti þetta bara duga í bili og kem þá bara frekar upp aftur.
Eva Hrundi að lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Ingibjörgu fyrir greinargóða lestur hér á mjög svo flóknum tillögum og ég vona að þeir sem að heima sitja hafi náðu þessu öllu saman, en hins vegar alltaf þetta tillögur eða svör við athugasemdir sem að verða alltaf birtu opinberlega og hlutaðeigandi fá send til sín svör. En eins og fram hefur komið þá tókum við upp hér samræðu og bæjarfulltrúi Eva hrósaði okkur öllum bara fyrir það að eiga hér samtal um það hvernig við getum náð málamiðlun þessar tillögur tillögur að svörum sem að hér eru lögð fram. Það kemur mér svolítið óvart að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins séu að leggja hér fram tillögu sem að það kom fram á þessu fundi að við vorum að ná málamiðlun og við meirhlutinn ákváðum á þessu fundi að teygja okkur í átt til sjálfstæðismanna og minnka það svæði sem við erum að leggja til að sé lagt undir í Kotaborgum. Þess vegna þetta veldur vissulega vonbrigðum þegar bæjarfulltrúi Eva kemur hér og segist ekki vita hvort hún eigi að stíga í hægri eða vinstri fótinn. Þú hefur bara alltaf prófað að stíga einu sinni í vinstri fótinn. Ég veist að það hefur bara verið hollt. En þarna finnst mér að vissulega var einur afstaða bæjarfulltrúa Gunnars í þessu máli og hann hefur þá náð að koma ykkur á þessar skoðun. Það getur vel verið líka að það hefur verið baklandið en hins vegar þannig að maður eru sjálfur bæjarfulltrúi og ber ábyrgð á sínu eigin skoðunum í þessu máli og þannig ég þetta eru vissulega mikið vonbrigði hvernig þetta hefur þróast. En hins vegar það ekkert að því að þetta náttúrulega bara ykkar bókun við þessu og hefur ekkert áhrif á það. Við erum að senda hér samþykki á svörum til skipulagsráðs og að sjálfsögðu munum við samþykja öll þau svör sem hafa hér verið rædd og líka þá tillögur sem að kom hér fram varðandi breytingu á svari til Isavia. Og það nú þannig að við höfum, og það er líka allt í lagi að segja frá því að við höfum hérna verið að vinna töluverða vinnu síðustu daga í það að gulltryggja það að upplýsingar sem við værum með varðandi það vegna þess að þetta var töluverð breyting og hefur áhrif á gönguleið sem er afskaplega vinsæl meðal bæjarbúa, að þá fórum við í það að gulltryggja það að við værum að gera rétt og höfðum samband við sérfræðinga til þess að fá það staðfest að þessi tillaga Isavia væri með þeim hætti að það ekki væri hægt að annan að bregðast við henni til þess að koma upp þessum aðflugsbúnaði, ELS-búnaði sem við erum búin að bíða mjög eftir og ætla til að tryggja hér flugvallarsamgöngur og koma að skjóta rótum undir millilandaflug. En ég ætla að samtala mér þó að við séum eigum eftir að taka hér umræðu aðalskipulagið og við erum aðeins að taka fyrir hér svörin sem við erum þá að samþykkja, þá ætla ég að leyfa mér að hrósa skipulagsráði og skipulagsstjóra fyrir þessa góðu vinnu og þetta er ekkert einfalt mál að taka við þetta mörgum fyrirspurnum og svara og gera það málefnalega og þar sýnist mér að menn hafi staðið sér afskaplega vel. Þetta tökum við síðan aftur fljótlega, verðum við til á næsta fundi, aðalskipulagið og til samþykktar og þá er kannski ástæða til að hrósa aftur en ég held að sé aldrei ofgjört að hrósa. En ég er bara sáttur við þessi svör, pínu svektur en jafna mig. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kom bara hérna upp til að einmitt að taka undir bara hjá bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvini hrós til skipulagsráðs og til skipulagsstjóra og starfsfólks á skipulagssviði fyrir þessa vinnu og einmitt eins og bæjarfulltrúi Eva kemur inn á fyrir gott samráð af því að það hefur alveg verið farið lengra heldur en lögbundið samráð kveður á og það er bara
virkilega þakkar og hróssvert. Á sama tíma þá bara vil ég líka tjá mig það hvað það er leiðinlegt að flokkur geti ekki einu sinni samþykkt sína eigin málamiðlunartillögu. Ég er svo hissa að ég er nánast orðlaus, en þó ekki. En ég bara ætla að segja við ykkur hin, höldum áfram að tala saman og gera málamiðlanir, því það er besta leiðin. Þannig er eðlilegt að vinna í svona apparati eins og Akureyrarbær er. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég sé ekki nú ástæðu til að koma hérna upp og leiðrétta það misskilning að flokkur get ekki samþykkt sína eigin málamiðlun, því að það er ekki flokkurinn sem gerði þessa málamiðlun, þannig að flokkurinn get ekki samþykkt eitthvað sem hann gerir ekki. Það var reynd að ná hérna samstöðu ákveðið mál, það gekk ekki. Ég heyri það meirihlutanum og mörgum öðru hér inni finnst þeir hafa gengið býsna langt í því að mæta sjónarmiðum okkar í Kópavogsborgunum. En hitt var líka málamiðlun sem við lögðum fram og það var ekki hægt að nálgast hana og þar með erum við þar sem við erum. Vegna þess að það er jú líka þannig í pólitík að það er ekki hægt að tala sig niður á niðurstöðu í öllum málum. Það held ég að bæjarfulltrúi Sóley Björk hafi nú meðal annars orðið vitni að hér rétt áðan. Og það er nákvæmlega það sem að máli snýst í pólitíka. Þá erum við að fulltrúar ákveðina skoðana, ákveðina viðhorfa, ákveðinar afstöðu til ákveðina málefna og við að sjálfsögðu reynum að tala okkur niður á niðurstöðu í sem flestum málum. En það er bara því miður alltaf þannig eins og hefur komið fram bæði hérna við fjárhagsáætlanavinnu og fjárhagsáætlanagerð og í fleiri málum að við náum ekki saman öll mál. Og það er þess vegna sem að hér sitja inni fulltrúar fleiri en eins flokks. Þannig að þetta er ekkert nema eðlilegt í sjálfu sér að ef að menn ná ekki saman mál, þá náttúrulega endar það þannig að það er þá bara afstaða, önnur afstaða hjá hluta bæjarfulltrúa sem kemur fram og hún bara stendur. Ná til annað kemur í ljós. Það hefur verið bent á það, varðandi þetta svæði, að það er ekkit vandamál að koma þessum íbúða fjölda fyrir á því afmarkaða svæði sem við höfum lagt til. Þess vegna er dálítið óskiljanlegt í sjálfu sér að vera að hanga á þessum örfáu fermetrum sem þarna eru, en eru samt mikilvægir, bara sem hluta því svæði sem þarna er. Það hefur ekki í raun átt sér stað nein alvöru samræða hérna í samfélaginu það hvað við viljum gera við þetta svæði. Það liggur alveg ljóst fyrir að í svæðisskipulagi fyrir Eyjafjörð þá er gert ráð fyrir því að Akureyrarbær teygi byggðin í norður, mun lengra í norður, heldur en lengra í suður, þar sem að Kjarnaskógur stoppar raun og veru þá íbúa þróun af eða uppbyggingu af. Og þá bara horfum við til þess að þetta svæði er orðið miðsvæðis í bænum og það er bara full ástæða til þess að velta því fyrir sig hvað við viljum gera við það. Það er líka önnur mál sem ég hef bent á hérna í umræðu. Við erum með Háskóla Akureyrar á þessu svæði. Ef við horfum til dæmis á það hvaða svæði var í kringum Háskóla Íslands á sínum tíma, fyrir einu ríflega 100 árum, þá held ég að mennum hafi nú þótt alveg nóg en það er nú þegar farið að þrengja verulega á honum. Og það er engin ástæða til þess að þrengja í sjálfu sér að þessum stofnunum, bæði íþróttasvæðunum eða háskólanum meira heldur en nauðsyn krefur á hverjum tíma.
okkur liggur bara ekkert á að negla þetta íbúðasvæði þarna niður. Og eins og bæjarfulltrúi Eva benti á hérna áðan, við skulum gefa okkur það að þarna verði 100 íbúðir á þessu svæði. Þessu Kotaborgarsvæði, þessu litla svæði sem þarna er afmarkað, hvað þýðir það? Það þýðir jú það bil 100 nemendur í viðbót í leik- og grunnskóla á þetta svæði. Og það er ekki hægt að sjá það að íbúum fækki endalaust á íbúð hérna á Akureyri, þannig að það er alveg morgunljóst að við erum að horfa á verulega fjölgun nemenda á þessu svæði og skólinn er meira en fullsetinn í dag, Lundarskóli. Við erum líka með aðra þéttingarreiti þarna inni sem að munu leiða til fjölgunar íbúa. Og hvað ætlum við þá að gera? Við verðum náttúrulega að horfa á þetta í einhverju stærra samhengi, það er ekki búið að gera það, þess vegna er þessi bókun lögð hérna fram og við getum ekki bakka lengra í bili. Þannig er nú bara málið. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég talandi málamiðlanir og málamiðlanir ekki að við sátum hér og tókum mörg mál fyrir og komast á málamiðlun. Þetta er kannski ekki eina málið sem að við bökkuðum með og tókum tillit til skoðanamanna þess að við vorum að reyna að ná sátt hér innan hópsins. Þegar við stóðum upp frá þessari vinnu var einn bæjarfulltrúi á móti þeirri tillögu sem að kom fram varðandi Kotaborgir. Tillögu sem við vorum að teygja okkur í átt að, tillögu sem kom frá fulltrúa sjálfstæðismanna í skipulagsráði. Þannig við héldum að við værum að tala að við værum að ná málamiðlun. Ég velti fyrir mér þegar bæjarfulltrúi Gunnar talar það að við verðum að passa okkur að þrengja ekki að háskólanum. Er hann þá að gera ráð fyrir því að háskólinn byggi í framtíðinni á þessu svæði? Munum við sjá það að við förum að sprengja upp klappita fyrir háskólabyggð í hans huga? Hann talar líka það að við verðum að hafa það í huga. Við verðum að hafa það í huga að Lundarskólinn get ekki tekið endalaust nemendum. Hans málamiðlun fólst í því að koma sama íbúafjölda á svæðið með hærri byggð í suðurendanum. Þannig að hann er í rauninni við erum að tala sama hlutin. Það er jafnmargir íbúar, jafnmargir nemendur í skólana. Auðvitað þurfum við að takast á við það. Hins vegar er gert ráð fyrir því líka í þessum tillögum að þetta er síðasta þéttingarsvæðið. Ef við gáfum eftir, við vorum á tímabili að tala að fara miklu lengra. Það er búið að gefa tvisvar sinnum eftir þessu máli til þess að reyna að ná málamiðlun. Og þegar bæjarfulltrúi Gunnar talaði að það hafi verið hér 2 tillögur málamiðlanir. Jú, það var vissulega, það voru 2 tillögur lagðar fram. Hans tillaga og okkar tillaga. Okkar tillaga var samþykkt af 10. Hans tillaga af 1. Þetta hefur breyst eftir þennan fund. Og það er ég í hjarta mínu svektur með. Mér finnst dapurt að þegar við reynum að ná málamiðlun, við erum fulltrúar í bæjarstjórn til þess að vinna hérna að hlutum saman og auðvitað er það þannig að við erum með mismunandi sýn og sjónarmið á hlutum og þess vegna erum við mismunandi flokkum. En stundum reynum við að vinna saman og bæði bæjarfulltrúi Eva og bæjarfulltrúi Sóley hrósuðu okkur fyrir þetta samstarf eða hrósuðu ekki okkur heldur okkur öllum fyrir þetta samstarf. Og þess vegna hlýtur maður að verða sár þegar svona hluti gerast að við teljum okkur vera búin að ná sátt og málamiðlun sem að stenst svo ekki þegar upp með staðið. Og ég segi enn og aftur, ég er sár. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Ég ætla aðeins að tjá mig Kotaborginnar. Eins og ég sagði áðan þá ég mikil þéttingarsinni og ég tel að þétting byggðar sé eitt mesta svona umhverfisverkefni sem við getum farið í. Við getum þannig gefið fólki kost á því að fara styttri vegalengdir og það getur að frekar hjólað eða gengið. Ég vildi alla tíð þétta miklu meira á Kotarborgum heldur en núna er niðurstaðan í tillögu að þessu aðalskipulagi. Ég vildi ganga lengra, ég vildi fara lengra norður. Ég hefði viljað nota grundargerði einhver leyti sem aðkomu að einhverjum húsum þarna. Það er ekkert íbúðarhús sem snýr að grundargerði, sem sagt það er ekkert hús sem snýr með sinn inngang og sitt bílastæði að grundargerði. En það var farið, svona gefið eftir vegna gagnrýni á þetta, harðara gagnrýni. Þannig að það var farið niður þetta svæði sem var með þessari tótu þarna. Og ok, mér fannst það að vera að fara aftur á bak, mér fannst það að vera aftur fyrr, en gott og vel, ef það gat verið einhver leið til sátta. Það var ekki leið til sátta greinilega, því að þá þurfti að taka tótun af. Og það reynist núna heldur ekki leið til sátta. Þannig að ég vil þá bara hreinlega að við höldum okkur við svæðið með þessari tótu, það er hægt að byggja þar nokkur húsi viðbútt. Ég held ekki að háskólinn þurfi á þessu svæði að halda. Það er tölvöld svæði kringum háskólann og það er hægt að byggja upp í loftið þar líka. En þrátt fyrir það að ég vilji halda þessari tótu eftir vegna þess að það reynist ekki verið málmiðlun, þá mun ég samt greiða atkvæði með þessum svörum við aðalskipulaginu sem eru það sem tillögur eru og liggja fyrir fundinum. Takk. Bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur í lokamáli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég skil bara vel að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin og bæjarfulltrúi Sóleyju séu pínu svegt. Ég ætla bara að taka fram að þetta var ofboðslega erfið ákvörðun fyrir mig að taka hér, að taka undir bókurna, því ég eins og ég sagði þann, ég er tvístjandi, ég er bara ekki búin að móta mér nákvæmlega skoðun, mér finnst við bara ekki alveg búin að taka umræðina, hvað á að koma að það. Ég vil að við séum áfram í þessari samræðu pólitík og ég vona að við hættum því ekki þrátt fyrir þetta, en ég vil líka bara segja, ég tek þetta til mín, að þessa gagnrýni að skipta skoðun, en ég tel mig samt að hafa rétt á því að eftir að hafa heyrt í fleira fólki og við tökum náttúrulega samtöl eins og þið við ykkar fólk og ykkar bakland, að þá koma ákveðnar raddir þar fram, þannig að þess vegna ákvað ég að taka þessa ákvörðuna, taka undir þessa bókun og skipta skoðun. En ég skil svekkelsið og ég tek það bara til mín, en samt sem áður, þetta er samt pólitíkin sem að ég vil viðhalda, að við tölum saman og tökum samræðuna og reynum að ná málamiðlunum. Og ég ítreka bara það, þetta var ekki auðveld ákvörðun og hugsanlega hefði ég átt að stíga til vinstri, en ég ákvað að stíga til hægri í þessu efni. En ég er alveg ágætt í dansi, þannig að ég á alveg eftir að taka einhver skref til vinstri og einhver skref til hægri í fremtíðinni. En bara eins og ég segi, ég tek þetta til mín og segi bara höldum áfram að tala saman og vinna saman. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínum. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég legg nú til að bæjarfulltrúi Eva Hrund stígi kannski hvorki til vinstinni hægri heldur haldi sér bara á miðjunni. Það er kannski bara ágætis lausn í þessu máli. En vissulega höldum við áfram með samráð. Það hættir ekki þó við náum ekki fullkomni niðurstöðu hér í rauninni eins og við gerðum í rauninni ráð fyrir að yrði í raunin. Við teljum samráð alltaf gott og það hefur reynst okkur vel á þessu kjörtímabili að koma saman og funda.
og við erum meðal annars búin að ræða það meirihlutin hér að funda aftur fljótlega saman varðandi annað mál. En þessar athugasemdir meðal annars þær sem að ég las hér upp áðan og svör við þeim kannski ágætis sýn á það að það var virkilega reynt að koma til móts við þær athugasemdir sem bárust frá íbúum. Þetta samtal gott og það skilar góðri niðurstöðu að ég er mjög ánægð með þessi svör sem kom frá skipulagsstjóra og skipulagsráði. Mig langar aðeins að koma hérna með upplýsingar varðandi bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á þéttingasvæði á tjaldsvæðinu. Þetta rauninni ekki þéttingasvæði heldur þetta skilgreint sem þróunarreitur. Þannig að það útskýrir kannski af hverju það kom ekki mikið athugasemdir þá eftir að þróa hann áfram. Varðandi Kotaborgina þá búið að koma hérna kom bara mjög vel fram í máli bæjarfulltrúa Guðmundar Baldvins að við erum búin að teygja okkur, við erum búin að minnka þetta 2 sinnum í ferlinu og töldum okkur vera komin að bara ágætis niðurstöðu sem ég mjög ánægð með, þarna vera að koma til móts við bæjarbúa sem hafa komið með athugasemdir varðandi þennan reit. En það sem ég velti fyrir mér hér að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á það áðan að það ætti bara að byggja háa blokki til að ná íbúafjöldanum sem áætlaður þarna á svæðinu. Það ekkert víst að við fáum að það komi út úr deiluskipulaginu að það veri settar háa blokkir þarna. Þá eftir að deiluskipulagi reitinn. Þannig að við vitum í rauninni ekkert hvernig hann mun líta út þegar þeirri vinnu lýkur. Og svo vinna mun vera lögð hér fyrir bæjarstjórn einnig, þannig að þá gefst bæjarfulltrúum á þeim tíma tækifæri til að segja sína skoðun. En þetta eins og hefur komið fram hérna áður í máli bæjarfulltrúa að þetta síðasti þéttingarreiturinn sem við munum ráðast í. Þannig það ekki einu sinni víst að þetta náist á þessu skipulagstímabili til 2030. Þá eftir að koma í ljós. En þessi tillaga sem varðandi Kotaborgir, hún var líka sett fram meðal annars eftir samtal við Háskólann á Akureyri. Þannig að Háskólinn á Akureyri fullkomlega meðvitaður þessa tillögu. Þannig að ég tel að þetta sé ekki kannski skilgreint til þess að þrengja að háskólanum. En mér langar líkt og aðrir að hrósa skipulagsráði og formann skipulagsráðs fyrir bara virkilega vel unna vinnu. Ég veit að þau mætt mikið á deildinni og starfsmönnum og nefndarmönnum að fylgja þessu eftir. Og ég vona svo sannarlega að við eigum góðar málefnalegar umræðu þegar aðalskipulagið verður lagt fyrir hér á næsta fundi bæjarstjórnar. Takk hérlega fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sigríður Huld. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það svona margt búið að koma hér fram sem að maður sammála síðasta ræðumanni eins og svo oft þegar maður kemur svona seinni inn í umræðina, en ég bara taka undir það sem að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom hér inn á áðan að við erum svekkt yfir því að við getum ekki staðið öll á bakvið öll þessi svör við athugasemdum og það bara líka hluti af skýringunni það sem og þar var ég sammála bæjarfulltrúa Gunnari Gíslasyni það að auðvitað það hlutverk okkar í pólitík að taka afstöðu og það svo afstæða sem við tökum, hún skilur okkur að í sömu málum sem betur fer hafa þau ekki verið mörg hér á þessu kjörtímabili sem við höfum ekki verið sammála en það bara þá klárt að stundum ákveðin afstæða og ákveðna skoðanir sem skilja okkur að. En það það okkar ábyrgð að taka ákvarðanir sem að við erum sátt við. Og ég átti alveg ósköp erfitt með mig líka í það því að mér finnst við hefðum alveg átt að fara aðeins lengra en við gerum í þessari tillögu en eftir að hafa labbað aðeins meira þá til vinstri og inn á miðjuna þá sætti ég mig við þessa tillögu og alveg sátt við hana. En við skulum heldur ekki gleyma því að fyrra skipulag gerði ráð fyrir miklu stærra byggingalandi en við erum að gera núna og við erum að þrengja meira að. Og ég held að þetta gæti gefið okkur marga möguleika þegar verður farið í að deiluskipuleggja þetta svæði að þetta gæti orðið mjög vinsælt og virkilega skemmtilegt svæði þarna upp á Kotaborgunum. Þannig að við bara hlakka til að sjá þetta byggjast upp.
En svo vil ég, eins og aðrir hafa gert hér, þakka skipulagsráði og starfsmönnum bæjarins sem hafa komið að þessu, allir þessari gríðarlega miklu vinnu og búið að vera virkilega vel unnið og gaman að fylgjast með því hversu vel þetta hefur verið unnið og skipulagt vel. Við sjáum að lýðræðið er að virka vel. Það er mjög margir sem fá aðkomu að þessu öllu saman, bæði gegnum íbúafundina, þann aðkoma íbúana og svo bara innan okkar hóps og ég gerir ráð fyrir því að umræður innan hvers flokk fyrir sig hafi líka verið oft á tíðum mjög skemmtilegar og upplýsandi. En það má heldur ekki gleyma því að þakka íbúum og þeim stofnunum og fyrirtækjum sem sendu inn mjög góðar athugasemdir og það er sannarlega hægt að sjá það að íbúalýðræðið er að virka með svona vinnu og líka bara þessar athugasemdir voru margar hverjar virkilega góðar og málefnalegar. En bara takk fyrir annars. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þarf líka að lýsa því yfir að ég er ógeðslega svekktur. Bara ógeðslega svekktur. Yfir því að við skulum ekki ná saman um þetta. Þetta var ekki mikið mál. Málamiðlanir eru mismunandi og við verum bara sætt okkur við það að ef að meirihluti hér treysti sér ekki til að ganga svo langt sem að ég vildi að það náttúrulega og við viljum í Sjálfstæðisflokknum, það náttúrulega er ekki hægt að ná málamiðlunum það frekar en hitt og þetta svona bara er lífið og við verum bara sætt okkur við það. Ég eins og get alveg tekið undir þær get alveg tekið undir þakkir til skipulagsráðs fyrir þá vinnu sem þau hafa lagt í þetta. Það hefur verið tekið tillit til fjölmargra athugasemda brugðist við þeim og íbúðamagni minnkað þar fram til götum, meðal annars við Glerártorgið. Við erum eftir að sjá hvernig það verður, en það er líka alveg hárrétt á eftir að deili skipuleggja alla þessa reiti og það er ekki þar með sagt að þó þessi merkti sem þéttingareitir að þó að verði byggt á. Við vitum það vel. En þetta eru yfirlýsingar sem við erum að setja þarna inn í aðalskipulagi. Þetta eru vilja yfirlýsingar og það er ekki hægt að samþykkja vilja yfirlýsingu sem maður er ekki sáttur við. Það bara er þannig. Og þannig bara verður það og því verður ekkert breytt. Þess vegna er ég mjög ósáttur við það og ég er bara svekktur yfir því að það hafi ekki verið hægt að ná sátt þennan reit. Líka vegna þess eins og kom fram hérna í máli bæjarfulltrúa Ingibjargar Isaksen að þá er í sjálfu sér ekki gert ráð fyrir því að það verið byggt á þessi reit fyrir hugsanlega í lok þessa skipulagstímabils ef það verður þá yfir höfuð samþykkt. Það hefði líka verið hægt að segja, ok, ég ætla að samþykkja þetta, en það fyrsta sem að ég mun standa að ef ég kemst í meirihluta á næsta kjörtímabili er að breyta þessu. Þá er ég bara að blekkja sjálfan mig. Þá er ég að blekkja ykkur. Það bara getur ekkert annað verið. Og þarna eru bara ákveðin mörk, sem skipta máli. Og það sem ég var að vísa til hérna áðan varðandi stærri Lundaskóla er líka hitt að þessi reitur var miklu stærri og gert ráð fyrir 250 íbúðum þarna ef ég man rétt í upphafi sem menn fóru nú sem betur fyrir úr þeim fasa. Og þar var í sjálfu sér ekki verið að hugsa allavega mínu viti þá það hvernig menn ætlaði að bregðast við skólabyggingum og annarri aðstöðu sem þarf til að þjónusta svona hverfi. Það er annað mál. Hitt er eitthvað sem hefur verið að leysa og auðvitað er þetta að leysa það þarf bara að gera þá ráð fyrir því og sem betur fyrir þá var brugðist við með því að taka San Siro svæðið undir stofnanir vegna þess að við þurfum að stækka stofnanirnar á þessum reit. Það liggur alveg ljóst fyrir. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það verður
skemmtilega umræður. Ég ætla nú ekki að lýsa því yfir að ég sé sár yfir því að bæjarfulltrúi Gunnar sé svektur. Mér finnst þetta fyndið hérna, bara svolítið fyndið hjá honum. Hann talar það að hann sé svektur að menn hafi ekki komist að málamiðlun hans, tillögu hans. Hvernig hugsa menn málamiðlun? Auðvitað er það málamiðlun, menn reyna að komast að samkomulagi. Og hér voru við staddir með tillögu sem var komin með 10-1. Það var næstu 14-2 eins og landsleikurinn í gamla daga. Ég eiginlega pínu vorkenni bæjarfulltrúa Evu Hrund. Hún kemur hér og veit ekki hvort hún á að standa í hægri eða vinstri löppina. Segist vera góðu dansari. En ég eiginlega bara pínu vorkenninu eins og hún situr með raunarsvip eins og hún veit að hún er að tala gegn sinni sannfæringu. Það er það versta. Hún veit það að kosninga eru í nánd og bæjarfulltrúi Gunnar hefur enga gleraugu. Það getur ekki spilað því fram. Hann er í því stöðu að við erum að skila hér afskaplega góðu búi í bæjarstjórn. Við höfum gert margt og mikið á þessu kjörtímabili sem við getum stolt að. Þannig að hann er að leita að haldreipi til þess að geta tekist á fyrir kosningar. Hann veit að hann getur nýtt sér þetta. Og hann náði, en vissulega er það þannig að við getum alltaf í umræðinu, við getum alltaf nota það að bæjarfulltrúarnir hans voru ekki í sammálanum. Þeir sneru bara við á síðustu stundu vegna þess að flokkurinn þurfti að búa til kosningamál. Það snýst málið. Og við munum alveg taka þessa umræðu í kosningunum. Það er ekkert vandamál. Við erum alveg keik á okkar afstöðu. Við erum keik á því við erum að leggja hér fram aðalskipulag sem við höfum unnið saman með málamiðlunum. Við höfum teygt okkur langt, við höfum hlustað á íbúa, við höfum hlustað á og gert hluti eins og hefur komið hér frá umræðinni, við höfum hagað þessari vinnu að mikilli kostgæfni til þess að komast að góðri niðurstöðu. Ég fer enn úr pontu með það og ég horfi í augun á bæjarfulltrúa Evu Hrund og segi ég er sár. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin. Please ekki fara að gera mig að peði í einhver tippakeppni milli þín og bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar. Í alvöru. Ég er ekki viss að Kotarborgi verði kosningamálið næst. Þannig að ég veit ekki hvor ykkar er meiri kosningarham, þú eða Gunnar Gíslason. En ég finnst þetta bara illa gert af þér, bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin. Ég bjóstu meira af þér heldur en þetta, ég verð að segja það og ég held örugglega flestir hérna inni. En mæðusvip og ekki mæðusvip, það sem ég finnst kannski leiðilegast í þessu er að skipta skoðun. Það er ekki Gunnari Gíslasyni að kenna eða þakka. Það eru miklu fleiri menn í Sjálfstæðisflokknum heldur en Gunnar Gíslason og ég er búin að hlusta á rök frá miklu fleirum heldur en bara honum og það er það sem er að fá mig til að skipta skoðun í þessu máli. Þannig að mér finnst þetta bara leiðileg pólitík sem þú ert að spila, bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin, og mér finnst það illa gert og mér finnst ég ekki eiga það skilið þó ég skipti hér skoðun, þannig ég vona þú takir þetta tilbaka. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er nú bara þannig að þegar mann sárnar þá verður maður að fá að geta tjáð sína tilfinningar og það er rétt að bæjarfulltrúi Evu hefur sárnað og hún fær líka að tjá sína tilfinningar. Ég beð hennar afsökunar ef ég gengi of langt en ég er ennþá sár yfir því að ég held við hefum komist að málamiðlun. Það tókst ekki og við erum að ganga frá þessu núna. Það er bara svoleiðis en sjálfsögðu vil ég þá bara ef þetta hefur gengið of langt og þér sagði sárnað bæjarfulltrúi Eva þá beðst ég afsökunar á því. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta Sigríði Huld að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, það er mikil synd að við höfum ekki náð að klára þetta sem heild vegna þess að þetta er akkurat þannig mál.
sem við höfum þurft að klára sem heild og þannig að maður er svolítið svektur yfir því og því ég veit að nefndamenn innan skipulagsráðs voru búin að gefa töluvert eftir, þeir voru búin að ná málamiðlum fullt af hlutum og þáttum þess aðalskipulags og töldu sig verið í trú það að þetta væri þá það sem færi í gegn. Og auðvitað hafa bæjarfulltrúar D-listans eða Sjálfstæðisflokksins fullan rétt á því að hafa skoðun og breytum skoðun og allt það sko. En mér finnst svolítið sorglegt að við skildum ekki geta klárað þetta og vegna þess að það voru aðilar eins og bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur kom inn og sem töluðu fyrir því að ganga miklu lengra. Þannig við erum að koma með eitthvað sem að ég hélt virkilega að við myndum bara ná að klára og stundum er það þannig að ég hef allavega upplifað þannig, það getur vel verið að þessu ósanngjarnt að við höfum reynt en oft á tíðum þá eru ákveðin aðilar sem bara ef það er ekki mín leið þá er ekki farið, þá förum við ekki og mér finnst það bara að vera það sem ég er að horfa núna, því miður en sjálfsögðu hefur fólk fullan rétt á að standa á sínum skoðunum og verja sínum skoðunir en ég hefði gjarnan viljað að við höfum klárað þetta mál og ég hef eins og aðrir taka undir það frábæra og þakka skipulagsráði og starfsfólki og bara allt ferlið hefur verið frábært. Ég held að það sé bara virkilega flott. Ég held að það hefur aldrei verið staðið svona vel að svona stóru máli áður. Hér þó víða væri leitað, mögulega, en ég get ekki fullyrt það, en mér finnst einhvern veginn eins og við séum að taka skrefið í rétta átt þarna. En þetta er vel unnið og það ber að þakka fyrir það. Takk fyrir. Fulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka við stjórn fundarins. Herðu, orðið er laust. Það sem ekki hafa fleiri hvert til hljóðs, þá verði fyrst til samþykktar breytingartillögu við þriðja lið á blaðsíðu 9 varðandi breyting varðandi Isavia. Þeir sem geta samþykkt það vinsælast gefið merki. Það er samþykkt með 11 atkvæðum. Þá tel ég rétt og því bara leiðréttið mig ef ég er að fara ranga leið. Það ber upp tillögu sjálfstæðismanna. Bæjarfulltrúar D-lista samþykkja ekki útfærslu á þéttingu byggðar Kotaborga eins og fyrirgefðu. Þetta er bókun, já. Ykkar afstöðu, já, fyrirgefðu. Eins og ég tók fram að ég baði ykkur að leiðrétta mig ef ég færi yfir strigi. En þá það liggur fyrir okkur að samþykkja það sem hefur verið lagt fram hérna, þessar athugasemdir og breytingar og vísa þeim í ferli til greinargerð og uppdráttum til samræmis svörin til aðalskipulags og til stjórnar skipulagsráðs fyrirgefið. Þeir sem geta samþykkt það, vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá tel ég að þessu máli sé lokið í bili.